þar sem hjartað slær, kveikjum eldana, þar sem hjartað slær. Jæja, komið sælir blikar nær og fjær og verið velkomin á rölti með mér. Við kveiktum aldeilis eldana á sunnudaginn var á móti HK, þvílíkur leikur. HK loksins lagt í kúrnum og Kiddi, Tómas, Andri Rafn Jómann, þvílíkt mark. Skildi Andri geta gert þetta aftur? Við ætlum að fá hann hérna á eftir, hann og Viktor, til þess að endurtaka leikinn hér á Kópavogsvellinum á eftir. En við skulum rifja upp leikinn frá þessum dag. Og síðan skalli hér á mark, Kristinn Steindórsson að jafna metinn, frábær skalli hjá honum. Þetta bara gjörsamlega glórulaus dómur að minnum að það Anton Ari til varnar. Hvað gerir Birnir Snær og hann skorar hann, miklu öryggi. Einhver munn á 89. mínútu og jöfnunarmarkið kom síðan. Þetta hendi víti, já, boll Tómas Mikkelsen. Viktor Karl. Gifti boltanum inn á Andra Rafn og Andri Rafn með skot og þetta fyrir stöng og inn! Blikar að komast yfir hérna! Andri Rafn Jómann! Þetta virkaði einhvern veginn saklaust! En í markið fór boltinn og þá trillast Blikar hér í stúkunni í kórnum. Já, HK lagt og kyndillinn logar og þar sem hjartað slær. Heyrðu, eina kók takk. Nei, þú hér? Nú, síðasta umferð fór heldur betur vel fyrir okkur. Valur, jafntefli, KR tapar, já og Víkingur, þeir töpuðu fyrir Leiknismönnum. Við skulum sjá brot úr þeim leik. Sjáum að það er komin, tæknilega sér 2 mörk upp á Skaga, staðan er 9-2 Keflavík 1 en Leiknismyndin í vænlegu sókn Sævar Atli með skoti setur. Til þess að sitja á skoðunum sínum en hér er það Sævar, gríðarlega öruggur. Víkingum inn í þetta á nýjan leik, Nikolaj Hansen, kaldur á vítapunktinum, setur hann. Já, stórkostlegu leikur hjá þeim á móti Víkingi. Sigurður, þjálfari, hann setur svolítið leikinn á annað plan. Binni, hann var stórkostlegur. Sævar náttúrulega, okkar maður. Það voru góð kaup. En við spiluðum við þá í annari umferð. Og við vorum svolítið heppnir að sleppa með jafntefli. Við skulum kíkja á mörkin úr þeim leik. Já, Leiknisljónin, stolt Breiðholts, stofnað 1973, 48 ára gamalt félag og búsett hér í Efra Breiðholti. Nú, ég bjó einu sinni hérna, við hliðina á vellinum. En það er önnur saga, mjög stutt. Breiðablik-Leiknir á laugardaginn á Kópavogsvelli klukkan 2, skrítinn tími, en við náttúrulega erum að fara í Evrópukeppni og strákarnir leggja stað í það ferðalag í sinni búblu eins og Júfa vill á þriðjudagsmorguninn klukkan 6, en það verður gerð önnur upphitun með þann leik. Breiðablik og Leiknir
í Reykjavík eiga baki aðeins 3 leiki í efstu deild. Heilt yfir eru mótsleikir liðana 10, 3 leikir í bikarkeppninni, 4 leikir í deildabikarnum og 3 í A-deild. Breiðablik hefur unnið 9 af þessum 11 leikjum og hafa Blikar gert 2 jafntefli og það síðara kom daginn. Fyrsti mótsleikur þessara liða var í 32 liða úrslitum bikarkeppni KSÍ í júní 1979. Við unnum þann leik 8-0. Þá voru leikmenn eins og Hákon Gunnarsson sem skoraði reyndar 4 mörk í þeim leik. Siggi Grétas, Óli Björns, Sigurjón Rannvers skoraði 2 mörk í þessum leik. En hann pabbi Ólivers okkar og talandi feður og syni að þá spilaði einnig í þessum leik hann Helgi Helgason eða Basli, pabbi Elva Freys. Leiknismenn komast upp á meðal þeirra bestu árið 2015. Við spilum 2 leiki við þá. Útileikurinn upp á Leiknisvelli fór 2-0 fyrir okkur. Seinni leikurinn fór 0-0 hér á Kópavogsvelli og Blikar TV var þá komið til starfa. Við skulum sjá smá upphitun sem við gerðum fyrir þann leik. En við ræddum einmitt við Arnar Gretarsson, Damir og Gulla Gull. Og það hinn skelegi lærlingur Blikar TV, Andrés Pétursson, sem tók viðtölin. Skulum skoða það. Já, þetta leggst vel í menn. Maður alltaf smá smeykur við svona leiki þar sem krafan að vinna. Það eru þeir leiki sem eru erfiðastir. Þegar allir ætlast til þess að vinna. Og það mjög auðvelt að mótivera mannskapinn fyrir KR, FH og þessi lið, svo kölluðu stóru lið. En svo þegar maður kemur í þau lið með fullri virðingu fyrir leikni að lið sem að ströggla, að þá hefur það gerst í gegnum tíðina að mannskapurinn mætir ekki eða með þó að það sé ekki ætlunin. En svoleiðis hefur gerst, en við erum búin að tala mikið að þetta verður hörkuleikur og leiknir hefur sýnt það í allt sumar að þeir eru með miklu færri stig þar sem heldur það sem ætti að vera með. Og ég á bara að vona hörkuleik og við þurfum bara að eiga toppleik til að taka 3 stig. Ég held bara að við séum með það mikla reynslu í þessi lið og höfum lært af sumrinu, bæði hjá okkur og fleiri stórum liðum í deildinni, að það ekkert til í dag í Pepsi-deildinni sem eitthvað auðvelt. Samanber leikurinn á móti Keflavík sem var langnæstir þegar við tókum á móti þeim hæglega geta lent undir í leiknum og lent í bölvu vesinni. Þannig að ég held að menn vita alveg hvað þeir að fara út í á morgun. Já, ég vona bara að vera skemmtilegt og mikið sungið og allir skemmti sér vel og bæði stuðningsmannasveitirnar og fólki líka sem kannski ekki skráð í þessar sveitir og allt sé bara að fara fram á jákvæðum nótum og vera bara skemmtilegt. Nú hafa Copacabana drengirnir, þeir hafa tekið svona ástfóstri við þig og eru þarna meðal annars með serbneska flaggið. Hvernig leggst það í þig? Þetta frábært, það virkilega gaman að sjá þetta. Hver frægasti leiknismaðurinn? Ég get sennilega nefnt nokkur nöfn, til dæmis eins og Binni Hlö, Sævar Atli, Eyjólfur spilaði hér í markinu, spilaði ykkur 277 leiki. En það alltaf eitt nafn sem kemur upp þegar ég tala þetta og það Óskar Már Alfreðsson. Óskar Már Alfreðsson kenndur við Domus Nóa fasteignasöluna og eins og við sjáum að þá heitir völlurinn Domus Nóa völlurinn. En Óskar sonur Alfreðs sem var lengi formaður hér í Leikni. Óskar spilaði með Leikni nokkra leiki og svo fór hann yfir í Hauka, spilaði með ÍR og endaði að spila með Núma nokkra leiki, 1 eða 2. En hann sennilega frægasti leiknismaður. Það ekki hægt að vera með svona umfjöllum nema að það eru nokkri leikmenn Leiknis sem hafa spilað í grænu treyjunni líka. Sólon Breki Leifsson, Ósi eða Ósvald Trausta, Bjarki Aðalsteinsson sem bróðir Arnórs Aðalsteinssonar,
Pabbi þeirra er Aðalsteinn Jónsson sem spilaði fyrir Blika, aðallega í handboltanum. Ernir Bjarnason, Damir lék einhverja leiki með Leikni. Það er eins og Damir hafi spilað með rosalega mörgum liðum sem við spilum á móti. En hvað það? Ef við fyrir lengra aftur í tíma, þá er einn mikill markaskorari Blika, Steindór Elísson. Hann spilaði 95-96 tímabilið, en Steindór Elísson, hann er náttúrulega pabbi Kidda, Steindórs. Svona fer sagan í hringi og talandi feður og syni. Og bara kíkjum á þetta og þið þurfum náttúrulega að sjá hvernig þetta lítur út og svona. Við þurfum að sjá þetta svo oft. Já, við erum búin að... Sko, þetta er eiginlega... Sjáðu hérna, þessi. Og tippið. Já. Andri Rafn með skot og þetta Snirtilegt. Þetta ætlum við að gera þetta var. Franga með þetta. Og hérna... Já, það er allt tekið sko. Hérna þið eru klárir í þetta Svavar. Já, Eigum við þá ekki bara að dempa okkur í það? Já. Gekka. Ég fer bara til. Já, það var eitthvað. Sjáum hvernig þetta gengur. Oj! Það er alveg eins, eða ekki? Þetta var geggjað sko. Ekki? Velkomin í Blika TV og takk fyrir að taka þátt í þessari tilraun. Þetta tókst. Það var ánægðan, já. Það var geggjað. Og leikur á laugardaginn kl. 2. Leiknir, hvernig leggst þetta svona í ykkur? Bara ljómandi vel sko. Þetta verður áhugaverður leikur. Mér fersku minni leikurinn hérna upp í Breiðholti. Já. Við horfðum á hana í Ítalíu. Já. Byrjaði alltaf seint en það byrjaði 10 kvöldið þar eða eitthvað sko. Það var skemmtilegur sko. En? Já, við þurfum að hefna fyrir það. Það var ekki alveg nógu gott og það verður bara gaman að fá það heimsókn í Kópavogi. Já. Það er hérna, er ekki allir klárir og einhver meiðsli og... Það er einhver væg meiðsli hér og þar kannski, en ég held að flestir séu bara klárir í það. Já. Trúi ekki öðru sko. Já. Þetta er bara eins og maður segir, hérna, nú mega áhorfendur koma, hvað vil ég segja við þá svona Copacabana, allir í stuði. Bara fá sem flest af öllin. Það verður gaman, búið til alvöru stemningu og fá alvöru leik. Já, við erum að kíkja í laugardagshátíðinni og fá sér pulsu og hamborgara og henda sér á öllin sko. Heyrðu strákar, gangi ykkur rosalega vel. Síðan eru það að fara eftir þennan leik á þriðjudaginn til Luxemborgar. Við tökum bara þá stöðu bara síðar. Já. En laugardagurinn er leikurinn á móti Leikni. Hvetjum alla til að koma. Klárt. Það var gaman. Yes. Heldur betur. Er þið sprautaðir? Já. Ok, þá má ég knúsa ykkur. Full bónussetning. Það er þú. Já. Já, ok. Heyrðu. Já, segja strákarnir og við hvetjum eins og nú geta allir notað árskortinn og það verður svona almenn miðasala í gegnum Stubb-appið og við hvetjum ykkur bara til að koma á völlinn á laugardaginn klukkan 2. Breiðablik Leiknir. Takk fyrir mig og sjáumst. Kveikjum eldana þar sem hjartað slær. Kveikjum eldana þar sem hjartað slær.